Góðan daginn. Þá komið að skurðdeildarmeðferðarerindi og það er Haraldur Hjörleifsson sem ætlar að flytja erindi varpmeðferð eða nýja sárameðferð. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, góðan daginn. Það er svona, þetta er kannski svona svolítið kunnulegt tema. Þetta er ekki fyrsta skipti sem við fjallum þetta. Einar tvær glærur er ég nú að lána svolítið breyttar frá Mögguöldu sem að hélt erindi 2013. Svona þetta leyti sem að hún var svona hugsað starfslok sín og tók góðan samantekt á því sem að hafði verið gert fram að því og kynnti málið og við töluðum svolítið þetta þá. En það er gott að halda þessu á lofti því að þetta er tiltölulega nýtt ef í árum talið þessi meðferð og í raun og veru alltaf að þróast. Ég bara get ít svona, já. Þetta er hlutur til lánað frá Mögguöldu og hún sýndi þarna hvernig þetta er í raun og veru í grófum dráttum þegar maður er með sár sem eru ekki hægt að sauma saman, sem eru dálítið stór, þá er hægt að ná góðum árangri með því að nýta þetta sem felst í því að það er sérstakur svampur sem settur í sárið, sett plast yfir hann, sett gat á plastið, sogtæki sett ofan á þetta og svo haft þétt og svo er sogað. Og ef það er mikið sem kemur frá sárinu, þá safnast það í ákveðið safnfylki og þetta hefur verið á ensku kallað Negative Pressure Wound Therapy, NP2T, sem eins og allir vilja skammstafa allt í dag. Það kemur svona nokkra skammstafanir. Ég er að reyna að læra þetta gengur illa, en ef maður endurtekur skammstafanu þá má maður hvað það er að þýða. Og þetta hefur sýnt sig vera gott vegna þess að þegar er svona undirþrýstingur þá eykur það blóðflæði í áttina að soginu og þetta minnkar bjúga því að þetta soga til sín vökva frá umhverfinu og ýmis tóxísk efni er soginu burtu, þannig að þetta talið minnka heldur sýkingarhættuna og þetta viðheldur á rakastigi af því að þetta er þétt kerfi. Og svo hefur það sýnt sig flýta fyrir aðmyndið skranlagsjónsvefur og það er sárahjúkrunarfræðingar mjög séð að þetta gerist og við heyri sem að fylgjast með. Þetta er þá svona kerfið að það er svampur þarna í sárinu sem að tengdur við sogið og er þétt og það eykur sem sagt svolítið æðamyndun í áttina að sárbotninum. Það eykust þá granulósjónsvefinn og minnkar ödem í kring. Þannig annað kerfi sem hefur líka verið notað hérna og við annars staðar. Þetta er ódýrara kerfi, hitt þarna þessu nafni VAC sem stytting úr Vacuum Assisted Closure. Þetta er Venturi sem líka nafn sem freitnafn sem notað fyrir þessa slöngu sem liggur ofan í bara venjulega grisjum að segja í sárinu og er það miklu ódýrara kerfi. En það verður að segjast eins og að við sem horfum á þetta marga að nota þetta svolítið þá var þetta ekki eins effektíft kerfi. Eru þið með þetta ennþá niðri? Nei, sko þetta er ekki fullstændig. Þetta er ekki fullstændig? Nei, það er hægt að nota það, já. Nei, það er nefnilega það. Þetta var ekki alveg nóg gott. Það eru fleiri kerfi sem manni finnst þetta úr. Þetta hefur verið rannsakað og ég sá eina góða rannsókn þetta. Það var alveg tímulaust að þetta kerfi sem er komið, sem er dálítið dýrara, það er best. Og í þetta þessi svampur er til svona svartur svampur sem er grófari og svo hvítur svampur sem er fínni og lagður á viðkvæma strúktara. Til dæmis hefur þetta notað jafnvel á grafta í kringum þá þegar það kemur sýkingar, þessi hvíti. Og þetta er svona mismunandi tæki sem hafa verið til og þetta eru safnfylki sem eru fest á þetta sem soga til sín
Þetta það sem ég tók núna alveg nýlega, þetta tæki sem við erum með núna, þá svefnhylkið dálítið stórt og það veitir ekki af stóru hylki við þetta sem við ætlum að fara að ræða núna til að safna vökva. Svo þetta kemur í einu kitt hérna svampur sem núna orðin eins og sníill dálítið mikið sem hægt að forma ákveðin hátt í sár þá aðalega. Og svo plastið og svo slangan sem fest á hún þarna með líka. Og hvers vegna þá opinn kviður? Hvernig stendur á því að við þá reyndum ég að hafa opinn kvið? Og það algengast að þetta sé eitthvað mikill peritonitis, annarkvort septískur peritonitis, til dæmis við leka og fengingu þarma eða ekki endilega septist eins og mikill pankreatitis í byrjun allavega og með mikilli dílatasjón á þörmum og mikilli bólgu innvortis. Trauma, það hefur verið alveg hreint það hefur raunar verið í nokkra 2-3 áratugi vandamál, þegar mikið trauma að það ekki hægt að loka kvið. Og þegar þetta kemur þá þetta gott tæki við það þegar talað að gera damage control. Það eiginlega bara að stöðva blæðingar og hafa möguleika á að komast aftur inn í kviðinn. Þá gerðum við það gjarnan að loka hálfpartinn og fara inn aftur. Þannig að þetta var kærkomið tæki til hjálpa við þessar aðstæður. Og svo það þessar bráðaaðgerðir sem við lendum í, það sem mikil blæðing í kviðnum og þensla, eins og til þessu rof á. Og þegar maður mikla þenslu í kviðnum eftir aðgerð, þá verður gjarnan bara hreinlega rof á kviðveggnum og kannski erfitt að loka honum aftur þegar farið að gera við það sem veldur rofinu og þá þarf maður að nota þetta. Eða þetta til hjálpar, skulum við segja. Þetta náttúrulega nýtt og menn hefðu reyndið að nota aðra aðgerðir áður. Og hvað gott við þetta? Af hverju við að gera þetta? Jú, það þannig að það þetta sem þannig kemur skammstöfun IAH, intra-abdominal hypertension. Það hættulegur hlutur. Ef að þrýstingur í kviðnu verður of hár og nær þessu mörku sem við getum kallað abdominal compartment syndrome, þá við komin í erfið mál. En þarna kemur hendi. Já, ok, það var ekki til mín. Nei, maður á fundar. Það abdominal compartment syndrome það þegar að kviðarholsþrýstingur verður það hár að það hætta á blóðflæði til líffæra innan kviðarins verður ekki nóg. Skilgreiningin svolítið á reiki en við getum sagt að þegar að stöðugur þrýstingur í kviðnum meira en 20 mm Hg, þá menn sammála það verða að kalla það intra-abdominal, eða svo abdominal compartment. Og þetta mælt gjarnan á þann hátt og það notaður þvagleggur og hreinlega bara svona sett mælistika frá þvagblöðrinu upp og mælt hvað mikið þrýstingur í þvagblöðrinu. Tiltölulega einfalt mál. Það getur verið svolítið samt háð því hvað fólk að stressa og pressa svona, þannig að þetta þarf að vera svona gert í rólegar aðstæður eins og hægt. Jæja, en þetta áttalega mjög hættulegt ástand og það þannig að mortalitet við abdominal compartment syndrome og sepsis mjög hátt. Jafnvel þegar maður beitir svona meðferð, þá ekki óalgengt að sjá tölur mortalitet eða dauðsföll í 30% tilfella, eins og kemur fram í þessa grein sem þarna niður í. Hvernig förum við að þessu? Hvaða leiðir hafa til ráða? Það kom fram grein 1984, það ekki lengra síðan þá, að þetta bókot á bak, sem eiginlega einfaldasta leiðin í þessu. Það bara hreinlega þegar þú opið kvið, þá færðu þér svona þvagblöðru skólpoka, 3 lítra, opnar hann, saumar hann í kviðvegginn og hefur svona svolítið kannski í götunum þannig að komist út hann og svo byrðu þannig að það lekur út úr kviðnum það sem þarf að komast út en þú hefur
hefur sem sagt nokkuð þétt þannig að innyflin fara ekki út allt. Það hefur sem sagt þróast upp í þetta. 1997 þessu fyrst lýst Vacuum Assisted Closure og núna við með þetta sem kallað Aptera, þetta system sem við höfum notað og sem sagt orðið þannig að það plast, það tvöfalt lag af plasti með svampi á milli og það svona göt í gegnum það sem hægt að soga þá í gegnum en heldur þessu sem sagt þéttu í raun og veru. Það sett inn í kviðinn og það reynt að koma því saman sem sagt yfir kviðinn með því að setja annan svamp utan þetta sem að soga svo við sjáum þetta verkið. En þarna ein viðbót sem sagt þegar verið að reyna að halda í kviðvegginn, að festa net í kviðvegginn yfir þetta og stundum hefur þetta nefnt VAC-M með mesh fyrir M fyrir mesh eða net og þeir félagar þarna sem að sjást fyrir neðan, þeir komu með þetta fram og ég kynntist þessu þegar ég fór til Falun 2010, var svo heppinn að það voru nokkuð tilfelli þar sem ég lærði vel af og þeir lýstu þessu í World Journal of Surgery 2007, þarna Acosta núna prófessor í vaskularkirurgi í Malmö og Martin Björk í prófessor í Uppsala núna. Þetta sem sagt þetta kerfi frá Aptera sem við eigum alltaf að eiga eitt system núna hefur við sagt. Og þetta svolítið minna af svampi sem að fer inn í kviðinn en var áður, þetta var bara einu sinni áður svo að þið sjá að myndum eitt svampur og svo tvöfalt plast, eitt undir og eitt yfir og svona svolítið pínu göt í gegn sem hægt að sjúga. Ef það eru drén inn í kviðnum þá hægt að klippa svona upp og setja drénin í þetta. Þetta sem sagt að hægt að setja þetta inn á tvenns konar hátt, þetta haft svolítið stórt, þannig ef maður er með opið kviðarholið þá getur maður sem sagt breytt þetta tvöfalt hérna undir. Þannig að það verður svona eins og renna hérna í kring, þannig að þetta náir vel út fyrir sárið. Nú eða þá að klippa það til eða mjög stórt, við gerðum það í þessu tilfelli sem vorum með og þá þarf maður að klippa það á sérstakan hátt því að það klippt í gegnum þennan svamp og svo sjáum tvöfald af opið hérna og svo bara það dregið út þannig að það ekki sogið beint á svampinn, það hættir að hafa svamp beint í tengslu við innyfli nefnilega. Þá liggur alltaf svampplast yfir innyflunum en sogið kemst sem sagt út þetta og þá hægt að hafa þetta í réttri stærð, ekki óþægilegri stærð fyrir kviðinn. Kviðirnir eru náttúrulega mjög mismunandi stórir en þetta allt saman í stöðluðum stærðum. Nú þetta myndir sem ég tók í Falun þegar ég var að vinna þar og fékk einhver til að taka myndirnar og þarna sem sagt þetta VAC-M, það búið að festa þetta við skipting og það búið að gerast, þetta eitthvað í 3. og 4. skipti sem að skipta. Þá festir sem sagt netið í kantana hérna, þessu plasti komið undir í kviðvegginn og síðan lítur þetta þá svona út. Þetta gamla sem sagt plasti sem ekki með þessum krossi, þetta bara fullt af plasti með tvöföldu lagi með fullt af svampi með tvöföldu lagi af plasti og svo þessu saumað yfir og samdráttur eins og við þekkjum það orð vel, það hefur svolítið aðra merkingu þarna. Þetta net sem við sáum áðan þarna, það þá bara saumað saman og svo í hvert skipti þegar við að skipta þá tekið þessi svampur út, skolaður kviðurinn og svo netið bara haldið þarna og það bara ekkert klippt, það bara rúllað upp og það saumað þéttar og þéttar. Þetta þannig að þetta verður svona nær og nær sem að nær kviðveggnum og það talið best ef að hægt að ná þessu á viku 10 dögum saman. Það bara alls ekki alltaf svoleiðis sem að það möguleiki. Og svo lítur þá svona út í lokin, svampurinn komið, plastið verður að vera þétt, svo sogið, það sýnir strax tækið ef þetta ekki þétt svo. Þarna svampurinn orðin, þannig svampurinn svona ekki komin í sog, hérna hann orðin harður og þú sjáu þetta allt öðruvísi. Stundum þetta fest svona með klips í kantana, en þetta alveg þétt. Nú, það gerðist hér í september að við fengum tækifæri til að nota þetta í miður, skulum við segja.
Þetta var 67 ára gamall maður sem hafði verið með endurteknar blæðingar brentum vegna kviðiskja og kviðerkja. Og það var mikil dívetglósa í signóidum og það var kólitis á þessu svæði öllu, sem talið var orsök þessar dívertikla. Hann hafði verið í meðferðinni ASA og endokort vegna þessa og hvað var þýðingu það hefur, ég held að það geti haft þýðingu því að koma því síðar, menn fá náttúrulega svolítið immúnbælingu með þessu, ónæmisbælingu. Í lok september var gerð sigmoidresjúsjón, tekið ca. 15 cm bútur og gerð svona svokölluð funksjólan end-to-end anastomósa með anastomósa áhaldum og samkvæmt óperatör þá muni þetta hafi gengið mjög vel. Hann fór á deild bara frá gjörgæslu bara strax daginn eftir, var stabil og fór á fljótandi fæði, en hann fór að þenjast upp strax næstu daga. Það var sett sonda og hann bakkaði mikið og á 5. degi fór að vessa út á skurðinum og það var svolítið roði í kringum skurðinn. Ég kom úr frí þetta eitthvað 4. 5. og það segja mér leist ekki alveg á hvernig það leit út, en þetta merkilega við þetta var það hann hafði enga hækkun á hvítum blóðkornum á netraglum, en Nick, hann hafði 344 á CRP á 4. post á degi. Það segir náttúrulega ekki neitt. CT sýndi frítt loft og loftbólur og þær voru utan hamsins en ekki sérstaklega í kringum anastomósuna og þess vegna var svolítið, og það var dálítið frýr vökvi en það voru ekki sérstaklega loftbólur í kringum anastomósuna og röntgenlæknar segja bara hreinlega í svarinu það sé því ekki líkur á þarna sé anastomósuleiki. En það var mörgjum svona súkkútan sárútturur með því að það var að leka þarna svolítið út úr byrjum. En hérna, svona leit þetta út fyrir aðgerðina, þannig að sér að það svona talsvert handar smáginnislykkjur hérna, þessi maður því miður mjög óhægt, hann með mikil kvíðar og obesitas, mjög þéttur þannig að Þannig verða nú staðreyndir í framtíðinni meira og meira, að fólk mjög þéttholda og ef það fær komplikasjón þá verða þær erfiðari viðfangs. Þessi mynd svolítið teygð til hliðana, hann féll út í þetta en hann á að vera meira fram á aftur þessi kviður, en ekki svona til hliðar. Það þetta sérstætt frítt loft hérna, það fer ekki milli mála. Og auðvitað eðlilegt eftir aðgerðir hafa svolítið frítt loft, en þetta svolítið mikið fyrir það. Og hérna sjást svona loftbólur hérna fyrir utan og hérna raun og líka og hérna sést hvernig svona fascian hérna farið að gefa sér svolítið og fara að teygja sér svolítið fram í skurðsárið og hérna sést nú anastomósu línan. Spurning, þetta var ekki dæmt sem frýtt en ég svona að spyrja mig svona hvort að þetta sé við það sem var svona komið í ljós, hvort að þetta sé ekki eitthvað hluti af vandamálinu. Það sem sagt loft hérna, maður sér að það að gefa sér hérna súkkútan sárútturur, kallum við þetta frítt loft þarna áfram og hann var heldur betri á póstdegi 6 þrátt fyrir þessa myndatöku, svo að við vorum meira svolítið að vona hann þarna ekki með mikið hita, hann ekki með hækkuð hvít og svona, þannig að þetta öfla okkur svolítið, ekkert neftarfílu, ekkert hækkuð hvít, svo við vorum eiginlega að vona það að við getum kannski fengið til þess að súkka svolítið saman áður en færum að fara í hann, að það var eitthvað loft sem var búið að koma hann niður, sérstaklega fyrsta degi, svo svolítið að vonast til þess að við fara inn í betra ástand. Við sáum það við að gera við þessa rúttúru á kviðarvegnum einhvern tímann, en við vildum bíða aðeins. En á 7. póstdegi þá var það verri, meiri hiti og CT sýndi meira loft. Þá var ákveðið að fara í aðgerð. Aðgerðin var mjög erfið og það var greinilega sýktur kviður þarna. Maður fór ekkert að vöglast mikið í anastomósunni út af þessari sneiðmynd, en það var, við skoðuðum satt niður og það var ekkert greinilegt rof í henni, það var mikið bólgureaksjón í þarminn á stóru svæði þarna og maður ályktaði sem svo að hann var búinn að vera þarna á þessum immúnbælingu og kannski hefur hann fengið lítið rof þarna sem ekki hefur orðið kannski mikið úr, en
náð að sýkja kvíðinn svona heftarlega að því hann svona ónæmisbældur. Eða þá að gæti hafi verið stundum veit maður ekki þegar svona þykkur bólon og mikið fita þegar menn eru svona feitir þá vilja svolítið sarpar við hliðina þannig að getur verið að þessi sarpar alveg næsta nákvæmni rétt við andstæðu sem að farið. Það getur maður aldrei vita með vissu hvað sem gerist. Það var ákveðið bara að skóla og beita vatnsmeðferð og antibíótika. Og það ekkert verra að biðja bæna síðan það með svona erfið tilfelli og þarna greinilega fær maður einhvern í lið með sér. Það ekki verra heldur til þess að biðja bæna með sér. Mér finnst það mjög skemmtileg mynd. Þetta var sem sagt gert á þennan hátt og þarna var nauðsynlegt að skilja þetta dren í áttina að andrúmsloftinu og þá gerir maður þetta, klippir upp í og setur þarna þetta undir, það sem komið undir og síðan svona stór svampur, gamli tegundina svampur sett yfir og svo plastað og byrjað að soga. Og þarna þetta ekki sjá í muninn á þessu þegar ekki byrjað að soga og svo þessu hérna sama dag. Og þarna komið plast yfir og svampurinn orðinn harður og dregur allt saman. Þetta var 7. október. 11. október, þetta kom helgi þarna. Það var sem sagt sýktur kviður maður setur ekki alveg inn endilega þetta net í kantana til þess að halda í kviðveikin strax ef það sýktur kviður. Maður vil gjarnan hafa hann beinni. Þarna vildum við halda í kviðveikin. Það mjög mikilvægt að gera það. Þessi breyting að reyna það henni kynntist ég og það þarna búið að setja net í kviðveikin. Við sjá hvað stór, þarna kviðveikurinn langt úti, það ekki hægt að ná þessu stórt net og undir þessu svampurinn. Af því þetta net þá sogar þetta svo í gegnum netið og svo kemur svampurinn ofan á plastið og sog. Svona þetta þá. Skiptingar yfirleitt á svona 3 daga fresti og þá getur maður svona séð hvernig þetta smám saman skreppur saman ef allt í lagi í kviðnum. Skiptir þá allt heila klappið? Maður skiptir allt heila klappið, maður fer alveg inn, skiptir allt og setur alltaf plast þarna undir og það til þess að, ég ætla að nefna, ég óvenjulega enskuskottur í dag með skammstafanir, það til þess að forðast loss of domain. Ég ætla að skora þetta notaði í literatúrum að setja alltaf þetta plast undir milli þarma og kviðveikjarins. Það var einhver sem fannst þessi skurðgleði í okkur kannski heldur mikil, ég veit það ekki, en þetta margar aðgerðir á sama manninum og það fannst einhvern ástæða til að setja þetta þarna upp á ganginn við skurðstofum þar sem maður kemur á skurðstofaganginn og það má vera að megi líta þetta á ýmsan hátt þegar skurðgleðin svona mikil en það var nú reyndar annað þarna á ferðinni, það dálítið halli á gólfinu, en ekki halli og en þetta sem sagt endurteknar aðgerðir á sama einstaklingi oft og síðan þetta á lokin, það verður að loka á endanum en í þessu tilfelli þá sem sagt náði maður ekki að loka meira en það skildir eftir 5 cm hérna sem það bara net og við ákvaðum að hafa það 2-falt net til öryggis þannig að það saumað fyrst rétt að koma því aðeins svona undir kviðvegginn hættir og síðan annað ofan á og náðum húðinni yfir og þetta lítur bara mjög vel út hérna í lokin og dren og svo hérna þegar hann fer út með þessa niðurstöðu og þetta þá eftirlit eftir desember og þetta bara mjög ásættanleg niðurstaða í þessu máli hafandi þar í huga að það eru 30% mortalitet við svona septíska kviði og raunar sá ég tölur upp í 50% sumstaðar. Það skammt stór högg á milli og það kom einhvern versta tilfelli af sprungnu dúodelasári í lok desember, rétt fyrir áramótin. 54 maður með bullandi peritonitis. Hann hafði frítt loft og mikinn frían vökva, gríðarlega mikið samkvæmt sneiðmynd og hann var komið í flugi, átti fyrst að fara til Reykjavík og bara breytt vegna þess að til að spara tíma en það var
lent hér þrátt fyrir slæmt veður eftir hrakninga og hann það illa haldinn og dehydreraður. Ég held að það sé stór hluti af því að hann var bara blóðlaus í vinstra fæti þegar hann kom frá röntgendeildinni og leist bara ekkert á þetta. En hann fékk kleksan og vökvameðferð og var heldur betri í fætinu daginn eftir, ekki góður, en það var ljóst að þurfti að gera eitthvað. Það var gríðarlega stórt perforað dúodenalt sár þarna og mikill harður vefur og erfitt að fást við þetta. Þetta var ekki nýtt, þetta var eitthvað gamalt, við fórum að hugsa hvort það var eitthvað illkynja. Þarna maður nálægt kólidokkur, hræddur að sauma bara í hann, þannig að maður var að fara mjög varlega með þetta. Það tókst að loka þessu svona nokkuð vel fannst mér samt sem áður. Hann stabiliserast yfir áramótin nokkuð en svo versnaði hann aftur og 7. degi hann aftur orðið slæmur og það þetta reopren og sárið var opið aftur. Það var enn verra að loka því og þess vegna settu við 4 dren og ljóst að það þyrfti eitthvað að gera meira í þessu með svona stórt og fórum að lesa til að það farið að gera meira því og Aðalsteinn okkar Arnarsson sem allir þekkja. Hann þekkti þessa meðferð og frá Svíþjóð og venjur farnir að reyna meira sér við venjur perforúrkur að skópera og fara og setja inn bara net, sér stemmt inn í sárið. Ekki við svona komplísir eins og þarna reyndar, heldur bara menn hafa verið að prófa þetta og þetta á eftir að heyrast meira en það. En hann tók hann suður og gerði tilraun til þessa og það gekk ekki. Það lag þáttur það. Þetta var það gríðarlega stórt sár. Stentir var tekið og það var sett nasóbyljar dren. Þeir fóru niður og skóptu og settu dren inn í kolidokkus og svo út í gegnum nefið og það meiningin með því var að minnka, að því að sárið bara rétt þar sem gallið kemur út til þess að minnka dren á gallið gegnum sárið. Það var opnað og það var skólað og það var byrjað með vatnsmeðferð en þarna var með vandamálið, sem sagt, ég vildi sýna ykkur munin á þessu, það mikilvægt að halda í kviðvegginn og halda honum að við endurteknar skiptingar, ég veit ekki, það var ekkert, ég sá ekki í aðgerðlýsingum að þeir reyndu að koma neti í kantana til þess að halda í kantana, ég veit það ekki, það ekki mjög skýrt. Það spyrja að þinna því, allavega það var ekki, það endaði með því að þeir gátu ekki komist á milli, það bara uksuð þarmatir undir fagstir við kviðvegginn þarna, það var ekki hægt að koma plastur undir. Og þarna kemur þetta að þá hætt á þessu loss og domain. Það þýðir einhverju það er ekki búið að þýða þetta á íslensku, en sem sagt að þú ert að missa kviðvegginn til hliðar, þarmarnir að festast við hann, en á endanum verður með gríðarlega stóra herníu. Þetta svona endin á því að þú missir kviðvegginn til hliðana og færð alveg gríðarlega erfiða herníu sem erfitt að gera við. Jæja. Á endanum þá var bara sett húðtransplant beint yfir þarmapakkann í sárinu og ef við lítum á myndirnar þá þetta sem sagt svona, það hersla þarna á blóðdælasvæðinu, það frítt loft og þetta var, eiginlega maður sér ekki pankreas, þetta erfitt að sjá hvar pankreas endar og hvar duodenum endar og allt þetta og þarna sést þetta líka og þetta kemur nálægt þarna, þetta sennilega vena porti hérna og einhver æðar og þarna kolidokkus líka og þetta bara var eitt rosalega erfitt að fást við þetta. Þannig að þarna fer hann söður með þessi 4 dren, hægra megin kvið út allt og það lag mikið í þessi dren. Þetta var til þess að reyna að gera aðstæðar. Og svona lítur þetta þá út þegar hann kemur til okkar frá Landspítalanum eftir þetta sem sagt, hann kemur þarna í lok desember og hann kemur til okkar núna í mars, byrjun, 7. mars, minnum við. Og þá hann með bara svona þunnt transplantat, þið sjáu þarna bara þarminn hérna beint undir transplantatinu. Leit ekki mjög björgulega út og ristillinn þarna bara beint undir. Svona lítur þetta út. Og þetta transplantatið tók mjög vel, þetta lítur eiginlega svona, leit miklu betur út þetta ég ætti að vona þegar ég búin að lesa hvað ég búin að gera og svona. Og það eru alls konar göt þarna, þetta dreni náttúrulega. Eina sem eftirliggur hér einhver fistill hérna, sem að þið sjáu inndráttan hérna, sem hefur verið til upp að dúodenasvæðinu, ef það væri stöðuð dúodenaleki þarna þá
er það nú erfitt mál, en við erum að vona að þetta sé eitthvað minna mál og það bara ekki haft neitt yfir svona en bara grisur. Og hann var í vikunni útskrifaður í Kristnes eftir svona rúmlega 3 mánaða sjúkdómsferli og nú svo náttúrulega málið hvernig gengur að gera við þetta, það á eftir að sýna sig, en það þarf helstu svona ástæður að bíða í 6-12 mánuði til þess að eftir að fara að gera við þetta. Ef við tökum þetta saman bara í stuttu máli, sko, þá byggir þetta á þessari negative pressure wound therapy og kerfi sem við notum þetta vatnum að 60%. Og það hefur sem sagt sýnt sig að það hægt að loka kviðnum smám saman með meiri möguleikum á því að fá ekki stóra herju ef maður passa sig á þessu að halda ekki veginn og með því að halda þrýstingum inn í kviðnum í sæmilegum mörkum þá hindrar maður þetta abdominal compartment syndrome. Takk fyrir. Það góða tími, þetta alltaf leið, sko. Það þegar svo þarna í fyrra tilfellinu, þegar þetta svona svartarnin, fólk þá á antibíótika allan tíman? Já, það góð spurning. Nú var hann sýktur frá byrjun náttúrulega, en þegar það ekki sýking, við með prófylaktis antibíótika allan tíman? Sko, það svona deilda meiningar það. Við vorum með í hans tilfelli, antibíótika mjög lengi, en það var, sko, þegar maður komin út í það fer kannski á þenn tíma þegar við förum að hugsa að loka, að þá setjum maður allavega þá maður búin, ef maður hefur hætt antibíótikum, þá tekur maður alltaf ræktanir, sko. Og við getum sagt að ef við erum með neikvæðar ræktanir, sem við erum yfirleitt komið með þegar við erum í skiptingunum, þá getur maður alveg hugsað sér að hætta að nota antibíótika, en allavega þegar maður fer að hugsa að loka, þá höfum við svona profylaktísk antibíótika. Já, ég þakka fyrir þetta handling, bara af því við erum kannski með ungu lækna með okkur í dag. En því klinik með fínloft í kviðnóðu og þessi klinik með þessi fyrstanóðu, ef við séum að það var svöringur, breytir þetta fyrir þig? Hvað þú gera með þessi maður? Nei, sko, það bara eftir klinik, ekki eftir þína blóðpróf. Já, en þú setur verkin ekki rétt neitt vegna þess að ég myndi vera rólegri ef að CRP væri kannski 40-50. Hjá okkur í kírurgíunni, rétt eða rangt nikk, þá gerum við mun á 50 CRP eða 200 CRP eftir aðgerðir. Með þessi klinik? Með klinikina þá hefði kannski, sko, beðið aðeins lengur, ég veit það ekki, sko. Það fer eftir, sko, til að sjá, það sem máli var hérna að hvenær förum við inn í kviðinn til þess að laga þetta. Við vildum gjarnan fá hann í gang, fá í gang lofti til þess að fá niður, til að fá minni þenslu í kviðinn og svo gera við sárrútuna. Ef það bara sárrútura, þá getum við beðið ef það ekki mikil sýking, sko. Hinn er ekki líklegst þessi ástæði í fyrsta maður var af því var yfirtekinn neðan með anastomósis og hann fór. Það getum við aldrei vitað sko. Við veit ekki að þetta líklegst með þessi. Sko, ég get ekkert vitað vegna þess að við höfum svo sem merkjum það að málið það, ef maður lítur literatúrinn og ef það er fylgt eftir sjúklingu sem að fara í colon recession, þá færðu og þú fylgir nákvæmlega eftir með því að gera innhellingu á öllum, að þá hefur sýnt sig að það eru kannski 30-40% sem hafa smá leka. Þó bara það er sjúklingi, sko. Ef þú hefur smá leka, þá er það kannski allt í lagi hjá þeir sem eru undir antibíótika og kofver kannski, og svo þeir sem eru heilbrigðir. En ég hugsa að hafi þýðingu, ef þú hefur verið á immunbælandi með þess að það er pínuleka, þá ertu miklu verri stöðu heldur en það hefur ekki verið á immunbælandi. Það er eitt, þannig að það er mörg spurningamerki í þessu, sko. Já, takk fyrir, þetta gaman að sjá og það er sannarlega rétt að í þessum sem betur fer sjaldgæfu tilfellum sem þú lendir með opnum við, þá er þetta eða orðið
kannski mesta byltingin sem hefur orðið í meðferð á því, bara í mörg hæra sár. En eins og segið, svona tilfelli eru frekar sjaldgæf. Ekki eina stærsta byltingin í vakkinu á þessum krónísku sárum, þessi sem að fólk með, getur haft með jafnvel heima hjá sér og annað því, sem að vakki hefur orðið stór byltingin líka. Jú, það kannski það sem að maður verður mest var við í klíníkinni, að þetta svo sjaldgæft, sko. Og sára hjúkrunarfræðingar eru með alveg stórkostlegt starf í því efni, sko. Hvað við erum að fá mikla hjálp með það og það er alveg satt. Og þetta, ég sýndi ekki þetta minnsta tæki sem er til sem maður geta bara gengið með heim, sko, sem er minnstu sárin og sem er ekki þessi stóra maskína. Þannig að það er alveg rétt. Þetta er stór munur að hafa það. Það satt ég nokkuð eftir fyrir þetta seinna sárið, það seinna kissið. Bara ekki nota þetta tæki þá sem sagt þess að draga saman. Jú, það sem munurinn á því var sá að sko, hann var í 10-20 skiptingum og alltaf vakk á eftir, sko, þú veist. Það var sem sagt bara, það var ekki hægt að, þeir náðu ekki sko að hafa kanta, þeir náðu ekki kantana með netinu til þess að sko draga það saman af því að náðu ekki að koma plastiru undir kviðvegginn. Það er það sem er svo mikið til þess að fá ekki þetta loss og domain, þannig að fáir kviðvegginn hefur tilhneigingu til að fara út og þar maður ekki festast við hann hérna, þegar hann er svona. Þess vegna setjum við alltaf plastið undir til þess að geta dregið kviðvegginn yfir, sko. Þeir náðu því ekki. Nei, ég held í raun og veru að tilfellið hafi bara verið, sko, það slæmt að ég get náttúrulega ekki sett mig í spor þegar þeir voru að fást við þetta, því að þegar við vorum að fást við þetta, en samkvæmt lýsingunum það var mjög erfitt að komast sko undir kviðvegginn og þeir voru meira að segja og sagði mér að á einum tíma þá varð sennilega svona kólonrof, kom seinna í ljós að það var eitthvað rof hérna á kólon, kannski við það að reyna að komast svona undir og það er alltaf áhættan við þetta, þegar maður er að skipta, að fá eitthvað verra, fá fistla, það er til dæmis það er talið að menn fái fistla við þessa meðferð í kannski 20-30% tilfella og það er vandamál þegar þú fær fistla ofan í þetta. Og þess vegna getur maður ekki gengið of fast fram að losa kviðvegginn, það verður alltaf að hafa einhver mörk og þá lendur þú kannski í þessu en það er aðalmáli að koma plastur undir til að geta dregið yfir, sko. Takk fyrir.